Ísland veiðiparadís. Tugir laxveiðiáa og 100 vatna bjóða upp á endalausa möguleika í stangveiði. Mikill fjöldi erlendra veiðimanna sækir landið heim ár hvert til að upplifa hina mögnuðu náttúru og gjöful veiðisvæði. Íslenskir veiðimenn fylla líka tugi þúsunda. Það eru forréttindi fyrir veiðimenn að búa í slíku landi. Landi þar sem hvert sumar býður upp á endalaus ævintýri. Þetta Ísland. Veiðilandið. Við byrjum yfirreið okkar í Vatnsdalnum. Þessi 25 kílómetra langi dalur fóstrar eina af stóru laxveiðiánum. Pétur Pétursson sem haft hefur ána á leigu nokkur ára skeið hér að kasta á búbótina og hann notar gárutúbu. Þetta lítil fluga hnýtt á plasthólk og taumurinn þræddur inn í hólkin á hliðinni. Með þessu móti fæst mikið flot í túbuna og auðvelt að láta hana skauta á yfirborðinu. Þetta gárunhúts aðferðin eða hits og virkar oft alveg ótrúlega vel. Það eitthvað við gáruna sem flugan sendir frá sér sem oft freistar laxins. Pétur líka búinn að setja í hann og hann finnur strax að þetta vænn fiskur. Veiðistaðir í Vatnsdalsá geta breytt sér mikið milli ára en í miklum leysingaárum getur framburður á möl og sandi verið mjög mikill. Þessi 2 ára fiskur lætur Pétur finna til tevatsins. Leikurinn berst niður úr búbót. Þetta sterkur fiskur og mikið reiptog hafið. Við sjáum á hauslæginu að þetta hrygna, 2 ára hrygna. Þessi fiskur fær líf enda leikreglur þær í Vatnsdalsá að öllum fiski sleppt aftur. Hér sem sagt viðhöfðareglan svonefnda, veiða og sleppa. Sífellt fleiri veiðimenn sleppa laxi en þeir líka margir sem gefa lítið fyrir þessa aðferð. Þegar kvöldar kyrrist yfir öllu og flóðið neðar í Vatnsdalnum sem gler yfir að líta. Fallegt kvöld, eitt af mörgum í dalnum. Lax hefur dreift sér alla Laxá í Kjós. Mikið af fiski komið upp fyrir Pokafoss og víða má sjá stórar torfur af laxi. Ásgeir Heiðar, leiðsögumaður við ána árabil, hér að veiða efri spegil. Ekki ýkja stóran veiðistað en oft mjög gjöfulan. Nú reyndar svo háttað að óhemja af laxi í efri speglinum.
Ásgeir Heiðar með nettar græjur en tekur samt mjög fast á fiskinum. Hann lætur sér ekki duga vinnsluna í stönginni og tekur jafnvel hana miðja til að herða enn frekar á. Þessi maður veit svo sem alveg hvað hann að gera. Hann mjög reyndur veiðimaður og þekkir líka kjósina eins og handarbakið á sér. Þessum laxi verður sleppt og því telur Ásgeir Heiðar áreiðandi að viðureignin standi stutt. Þetta smálax, kröftugur og fallegur. Hann tapaði baráttunni en heldur lífi og fær að slást aftur í fjörið í hylnum, einungis með sært stolt. Ein af aflahæstu ánum síðustu ár Langá á Mýrum. Þetta eitt skemmtilegasti hits eða gárunhnút veiðistaðurinn í ánni, Glannabrot. Og hér mættur Björn Rót sem þekkir broti vel. Hann veit að fiskur liggur á því öllu og hann getur verið mjög neðarlega. Glannabrotið nánast hannað fyrir gárunhnútsveiði. Straumurinn þægilegur og frábært rek næst á fluguna. Björn hefur margsinnis veitt þennan stað með þessari aðferð og oftast með góðum árangri. Þegar kröftugur lax tekur svo neðarlega getur leikurinn hæglega þróast í þá átt að laxinn skellir sér fram af brotinu og þá ekkert annað að gera en að vera snöggur og fylgja á eftir. Þetta hlaup hefur Björn þreytt margoft og hann tekur þessu af æðruleysi og hann í raun fumleysið uppmálað, enda jú myndlistamaður. Bjartur lúsugur smálax sem hefur gengið í ána í gær eða í morgun. Mjög kröftugar göngur hafa verið í Langá hinn síðari ár. Hins vegar líður áin fyrir það að ekki mikið stórlax í Langá. Hún bætir það hins vegar upp með miklu magni af smálaxi. Við erum áfram á Glannabroti og það gaman að sjá tvo ólíka veiðimenn á sitt hvorum tímanum á sama veiðistaðnum. Venjulega þetta litla flugur, bara einhverja míkrópöttur, 10, 12, 14, 16, pínu pöttur sko. En núna hefur það bara ekki gengið. Svo þessi nummer 8. Já, kom í það. Hvað þetta? Hér segir handbókin að gárunhnúturinn sé fyrsti kostur
og þeir eru margir laxarnir sem fallið hafa fyrir þessu bragði á þessu broti. Viðureignin stendur ekki lengi enda laxinn smár og veiðimaðurinn mjög reyndur. Árni tekur fast á honum og þessi á ekki að sleppa. Það losnar skyndilega á laxinum og Árni fljótari að átta sig en fiskurinn og nær honum því fyrir bragðið. Seiðabúskapur hefur verið mjög góður í mörgum ám undanfarin ár og þessi sjón gleður hvern veiðimann því seiði í dag vita á veiði næstu ár. Seiðin halda sig á öðrum stöðum en fullorðni fiskurinn. Þau éta af krafti og safna forða og bókstaflega rembast við að stækka. Þessi seiði dvelja í ánni 3 til 5 ár og það misjafnt milli vatnasvæða. Þessir minnstu íbúar árinnar eru í leit að skjóli og fæðu allan sólarhringinn, en eðlið, það ekki langt undan. Það fyllsta ástæða til að fara mjúkum höndum seiðin við þessar aðstæður, þar sem þetta eru hugsanlega verðandi stórlaxar framtíðarinnar. Og talandi stórlaxa. Á dýpra vatni stór og mikil torfa af laxi. Þessir fullvöxnu fiskar eru ekki foreldrar þeirra seiða sem eru í hylnum. Þetta í raun aðferð náttúrunnar til að tryggja afkomuna. Það eru alltaf nokkrir árgangar í uppvexti og í það minnsta 2 í sjó. Þannig háttar nefnilega til að þegar seiðin ganga í sjó fram, hefst vaxtarferillinn fyrir alvöru. Fiskur sem snýr aftur í ána eftir 1 ár í sjó hefur náð að meðaltali 2 til 4 kílóa þyngd. Þeir laxar sem einhverja hluta vegna dvelja 2 ár í sjó hafa náð mun meiri þunga þegar þeir koma aftur í ána. Þyngdin hleypur þá á 6 til 10 kílóum og þetta eru stórlaxarnir sem því miður sést sífellt minna af. Í maí koma fyrstu laxarnir upp í árnar. Það þó ekki fyrr en nokkru síðar sem göngur hefjast af krafti og má segja að öflugar göngur byrji í upphafi júlí og standi fram í ágúst. Þetta nokkuð misjafnt eftir landshlutum. Laxinn gengur ána af miklum krafti og getur lagt að baki 20 kílómetra á aðeins örfáum dögum. Þegar líður fram á sumar og göngur bætast í ána má sjá sjón á borð við þessa. Laxar í stórum torfum og jafnvel laxskiptum. Mikil barátta framundan bestu staðina og flottustu hrygnurnar. Þegar komið langt fram í júlí eru tugir og 100 laxa að koma í ána á hverjum degi. Þetta eru rándýr en eiga fáa óvini. Samt sem áður laxinn mjög var sig og hann styggur og fljótur að forða sér ef hann telur hættu á ferðum.
Það er fátt jafn áhrifarík sjón og að sjá lax stökkva á leið sinni upp ána. Af hverju laxinn stekkur veit enginn, en ýmsar kenningar eru uppi. Losa sig við lús, sýna mátt sinn og megin, gleði og ýmislegt fleira. En ljóst er allavega að laxinn stekkur upp hindranir sem eru fossar og flúðir margskonar. Fossar í ám er eins og gefur að skilja hindrun og mikill farartálmi. Laxinn tekur tilhlaup og stekkur upp í hvítfissið og syndir upp þungan strauminn. Auðvitað mistekst þetta oft og margur fær slæma byltu, en þá er bara að stökkva aftur. Þar sem fossar eru ólagsgengir hefur gefið góða raun að útbúa laxastiga. Þannig er laxinum gert kleift að komast mun lengra, hrygningarsvæðin stækka og veiðisvæðin að sama skapi. Það er ýmislegt gert til að tryggja viðhald stofnsins og hjálpa þessum dýrmæta fiski til að byggja árnar. Klakveiði er stunduð í mörgum ám á haustin til að ná í fisk til kreistingar og framleiðslu á seiðum, sem er svo sleppt í ána aftur. Þetta er fyrst og fremst gert til að hjálpa ánni. Hér er netaveiði í Oddsstaðafljóti í Grímsá til að ná í klakfisk. Aðfarirnar virka ofurlítið groddalegar, en þær skila sínu. Fisknum er safnað saman í kistu, en þeir sem ekki koma að notum fá strax að fara. Frá því að laxinn er smá seiði kemur öll hætta að ofan, hvort sem það eru fuglar, minkur eða sjálfur maðurinn. Þegar kemur að því að laxinn vitjar aftur æskuslóðana til að hrygna og framlengja ættbogann, er hættulegasti óvinurinn maðurinn, veiðimaðurinn. Á hverju ári eru 30 til 40.000 laxar veiddir á stöng. Tækni mannsins við veiðarnar er afar fullkomin og margbreytileg. En sem betur fer þá er það oft sem laxinn hefur betur í viðureign sinni við veiðimanninn. Laxá í Leirársveit, það er júlí og mikið af fiski er að ganga í ána.
Laxfoss fyrsta alvöru hindrunin sem verður á vegi laxins á göngu sinni upp ána. Skemmtilegur veiðustaður og hér má iðulega ganga að fiski. Fyrir ókunnuga getur verið oflítið bras að koma flugunni að bakkanum fjær þar sem fiskurinn liggur gjarnan. Hér hins vegar á ferðinni þaulvanur maður, Haukur Geir Garðarsson, og hann veit upp á hár hvar fiskurinn liggur. Þetta silfurbjartur smálax, sterkur og trylltur, á að giska 6 pund. Baráttan dregst á langinn og miðpunktur hennar verður stórt grjót sem stendur upp úr á breiðunni sjálfri. Það eins og laxinn skynji það og hann hringsólar nánast í kringum steininn. Hér þarf að halda stöng hátt og verjast því að línan leggist utan í grjótið. Þessi lax hafði betur, dasaður og sjálfsagt ofurlítið hissa, en áfram í ánni og áfram á uppleið. Til eru mjög fjölbreyttar laxveiðiár á Íslandi, misjafnar í vatnsmagni og umhverfi. Þetta Laxá á Refasveit. Hún hefur grafið sér tilkomumikinn farveg í djúpum gljúfrum og á köflum erfið yfirferðar. Dýpt gljúfranna ber vott árhundruð sem vatnið hefur nagað bergið og haft betur. Þeir félagarnir Sigurður Sigurjónsson og Örn Árnason leikarar eru mættir ofan í gljúfrin í Refasveit og vonast eftir stefnumóti við lax. Siggi hefur séð fiska í veiðistaðnum Gljúfrabúa og ákveður að sýna honum svarta Frances, flugu, ekki túpu. Hér mikill hraði á vatninu og takan getur því verið leiftursnögg og þá eins gott hann hitti fluguna rétt. Það ekkert grín í þessu, einbeitingin fullkomin. Það voru 2 nýrunnir laxar í hylnum. Gljúfrabú ekki stór veiðistaður en þeim mun dýpri. Áin heldur áfram að grafa og naga sig niður í gegnum bergið. Þetta gerir það að verkum að klettabrúnirnar geta verið hættulegar þegar fiskurinn leitar ofan í hylinn undan átakinu.
Siggi hefði gjarnan viljað landa þessum en því var ekki að hilsa. Við sjáum hins vegar að okkar maður er kominn í stuð og þó svo hann segi það ekki, þá er alveg ljóst á öllu látbragði að hann ætlar að setja í annan fisk. Og það er áfram Svört Francis. Laxá á Refasveit er ein af þessum minni laxveiðiám, aðeins 2 stanga á en berða vel. Sumarveiðin getur hlaupið á 150 til 250 löxum í góðu ári en getur verið afar misjöfn milli ára. Þó svo að allir veiðimenn séu sammála að mest spennandi augnablikið sé takan sjálf, þá er viðureignin sjálf ekki síður spennandi við ákveðnar aðstæður. Þeir sækja undir, það er svona klettur þarna, þeir synda undir hann. Það er hrættur að færi það undir, þá var ég bara undir málum. Það er alveg ljóst að Siggi Sigurjóns er verulega spenntur. Hann er búinn að missa 2 fiska í morgun á flugu og þessi má bara ekki tapast. Það er 6 pund. Flugan situr kyrfilega í kjaftvikinu á fiskinum. Þessi hefði aldrei sloppið. Eða hvað? Haffjarðará. Það er frekar svalt í veðri í morgunsárið. En við vitum að það á eftir að hlýna verulega þegar líður á daginn. Jón Ingvar Pálsson og Karl félagi hans er að hefja veiðar í Kvörninni, einum af fallegustu veiðistöðunum í Haffjarðará. Hér er hraunið umgjörðin og áin rennur með hraunvegnum. Það hafa verið hörkugöngur síðustu daga og það er mikið af fiski í Kvörninni. Jón Ingvar byrjar. Hann er með tvíhendu. Og það er ekki löng bið. Þessi fiskur tók mjög neðarlega og á fullum krafti rýkur hann niður úr sjálfri Kvörninni. Jón Ingvar reyndi að halda við hann eins lengi og hann gat, en þegar straumurinn leggst á sveif með sterkum laxinum er betra að hlaupa fyrr en seinna. Það er ekki óalgengt að veiðimenn leggja á sig nokkur hlaup á þessum slóðum þegar nýgengna eða stóra fiska er að ræða. Fyrir neðan Kvörnina sjálfa eru margar flúðir og sem betur fer þekkir Jón Ingvar vel leiðina sem best er að fara niður úr Kvörninni við þessar aðstæður.
Karl hljóp líka og hann er klár með háfinn nokkru neðar. Ekki mjög stór en ótrúlega sterkur eins og gjarnan er með nýgengna laxa. Góður morgun er að baki í kvörninni, en það sem er dásamlegast við staði eins og kvörnina er að á morgun kemur ný dögun og þá er aftur boðið til leiks, nýir veiðimenn og ný ævintýri. Flugur af ýmsum toga eru eftirlíkingar veiðimanna af ýmsu úr náttúrunni, en það eru til aðrar og jafnvel stærri eftirlíkingar. Spútnin er eftirlíking af einhverju sem syndir. Þetta er í Snaghil í Víðidalsá og Pálmi Matthíasson kastar tópi, silfruðum. Stóralaxá, svæði 2, Flatistrengur. Falleg hrygna lét ginnast af trésíli eða devon frá þeim reynda veiðimanni Jóni G. Baldvinssyni. Það er togast á og smám saman grynkar á orustuvellinum. Við ákveðnar aðstæður hentar devon vel. Hann er iðulegur tré með 2 plastugum sem gera það að verkum að hann snýst og kastast til í vatninu. Þetta er stundum það sem laxinn stenst alls ekki. Halldór Þórðarsson er ánægjan holdi klædd við þessar aðstæður. Og það er gaman hjá þessum gömlu lurkum sem þekkja stóru betur en flestir. Þeir hafa oft upplifað tregveiði á þessum slóðum en þess á milli koma góðu dagarnir. Laxá í Aðaldal, hið stórfenglega svæði fyrir neðan Æðarfossa. Þetta er dæmigert svæði þar sem gott er að leita að fiski með spún. Fiskurinn gengur á breiðum kafla og það getur verið mikið af fiski á ferðinni í einu. Helgi Helgason er með silfraðan tópi og leitar ákaft. Hér geta menn lent í mikilli veiði ef svo ber undir. Nýlega var hins vegar gerð sú breyting á reglum í Laxá að eingöngu er veitt á flugu. Helgi tekur full fast á honum og ambassadorinn tregast við að gefa út línu. Bremsan í hæstu stöðu. Þegar veitt er á spún er atriði að veiða eins neðarlegi vatnin og hægt er. Draga spúnin eins rólega og mögulegt er. Bæði fer hann nær fiskinum og laxinn sér hann lengur. Það er ágæt regla að ef þú festir aldrei spúnin í botni, ertu ekki að veiða nógu neðarlega. Langá. Snemma sumars er fiskur farinn að ganga í Langá af krafti.
Eftir að hafa lyft sér upp sjávarfossinn er algengt að fiskurinn doki við skammt fyrir ofan þar sem heitir krókódíll. Þarna eru holur og pyttir sem gefa skjól til að átta sig á umhverfinu eftir að laxinn hefur yfirgefið saltan sjóinn. Árni Baldursson er mættur með maðkinn og hann kann þetta. Hann vill vera nálagt fiskinum þegar hann rennir á hann. Hér er lykilatriði að sakka rétt. Komast með maðkinn í sömu hæð í vatninu og laxinn hefur kosið sér. Maðkurinn þarf líka að vera fyrir framan laxinn og það þarf að staðsetja agnið rétt. Öðruvísi er hætta á að fiskurinn styggist. Og Árni kann þetta alveg. Hér eru engin vettlingatök enda er markmiðið mjög skýrt. Það eru fleiri laxar sem liggja þarna skammt frá, svo Árni dregur þennan umsvifalaust út af tökustaðnum. Með því að gera þetta svona eru mun minni líkur á því að styggja þá sem eftir eru og að sama skapi góða líkur á því að setja í fleiri. Og aftur er rennt og nú er miðað á þann næsta. Þegar nýgengin fisk er að ræða, tekur hann oft með miklu offorsi. Árni leggur þetta í róliheitum fyrir framan laxinn og allt gerist þetta ofur rólega. Hann finnur tökuna og á réttu augnabliki tekur hann á fisknum. Þetta augnablik er þegar fiskurinn er búinn að japla á maðkinum og fer að toga. Þá á hann að vera fastur. Margir gera þau mistök að taka á laxinum leið og hann byrjar að japla á maðkinum og þá vill oftar en ekki rifna úr honum. En hvernig skildi þetta líta út frá sjónarhóli laxins? Þetta er einn af bestu hyljum laxár í Dölum, svo nefnd Dönustaðagrjót, og það er auðvelt að sjá af hverju hylurinn dregur nafn sitt. Hér er mikið stórgrýti sem gefur laxinum færi á skjóli. Nokkrir laxar eru á hefðbundnum tökustað í hylnum, en þeir eru órólegir. Maðki er rennt í hylinn. Seiði grípa tækifærið og ráðast á þetta kvikindi. Margar kenningar eru á lofti af hverju laxinn tekur maðkinn. Er hann að taka til? Er þetta leikur? Er hann að drepa þetta aðskotadýr? Eða einhver viðbrögð úr sjónum á meðan hann var enn að borða? Enginn veit og kannski eru ástæðurnar mismunandi eftir fiskum. Maðkurinn er kominn á legustaðinn og fiskarnir gera sig líklega. Og skyndilega gerist það. Hér er auðvelt að sjá þetta. Það þarf að leyfa laxinum að klára að japla á maðkinum og þegar laxinn fer af stað hefst viðureignin, ekki fyrr.
Bleikju má finna í flestum vötnum á Íslandi og í mörgum ám. Þetta er frábær sportfiskur og ekki síður í matfiskur. Palli í veiðihúsinu er að veiða Brúará, eina af öflugustu bleikjuveiðiám á Suðurlandi. Einar Páll þekkir Brúará afar vel og veiðir hana oftar en ekki andstreymis. Með því að veiða með tökuvara og þessar aðferð að veiða upp í straum, þá setur í mun fleiri fiska heldur en með þessari gamla aðferð. Það er engin spurning. Það er vor og græni liturinn er á leiðinni. En það er hægt að byrja að veiða bleikjuna mun fyrr en laxinn. Þegar veitt er andstreymis er oftast veitt með þyngdum púpum eða kúluhausum. Þá sekkur flugan vel og agnið berst alveg að fiskinum og bleikjan freistast frekar til að taka. Þetta er falleg brúarár bleikja, en þær geta orðið mjög stórar. Hér er yfirleitt vænn fiskur og vorið er oft besti tíminn hér slóðir. Iðulega eru notaðar nettar græjur í silungsveiðinni og þeir sem stunda bæði silungs- og laxveiði eru flestir sammála að silungsveiðin gefi laxveiðinni ekkert eftir. Sífellt fleiri veiðimenn hella sér út í silungsveiðina og hefur hún stór aukist á síðari árum og mun aukast enn. Það er alger óþarfi að drepa meira en maður ætlar sér að borða, en að sama skapi er að gera að taka það sem maður getur nýtt. Palli á nóg af fiski í kistunni, þessi fær að fara. Austur á landi í Eyðifirði sem heitir Loðmundarfjörður er sjóbleikjan farin að ganga í Fjarðará. Björn Rót er líka mættur og kastar fyrstu köst sumarsins á þessa vini sína. Hann veiðir með hefðbundinni aðferð, sem sagt niður af sér, og það er straumfluga sem á að lokka þær. Bleikjan er lyftursnögg að hætti ránfiska þegar hún tekur straumfluguna. En hún er jafn snögg að spýta henni út úr sér ef eitthvað er ekki í lagi. Björn verður aldrei var við margar af þessum tökum. Hann veit ekki enn hvort sjóbleikjan er komin í ána, en það kemur fljótlega í ljós. Sjóbleikjan er til í öllum útgáfum, allt frá pundi og upp í 10 pund þær stærstu, þó svo að það sé fremur sjaldgæft að setja í slík tröll. Hér í Fjarðará er hún frekar smá en sterk og kemur í stórum torfum þegar göngur hefjast. Það verður bleikja í kvöldmatinn í Loðmundarfirði og nóg af henni.
Bleikjan í aðalhlutverki í mörgum góðum veiðivötnum á Íslandi. Þetta Reykjavatn í Silungs höfuðborginni Arnarvatnsheiði. Jón Bragi Gunnarsson þegar búinn að setja í eina. Já, nú svona allt lagi. Ótrúlega sterkir, það alveg með ólíkindum. Já, þær eru sterkar íslensku fjallableikjurnar, en þær geta líka verið afar dyntóttar og þetta fyrsti fiskurinn sem tekur í dag. Þessi fiskur mun veita mikilvægar upplýsingar. Hvað hann að borða og þar af leiðandi hverju á að kasta fyrir hann. En fyrst hann á honum. Jæja, þá komin einn skemmtilegu til að skoða inn í. Já. Ólafur K.R. Ólafsson bíður spenntur eftir þessum mikilvægu upplýsingum. Og það leynir sér ekkert, kuðungar og ekkert nema kuðungar. Óli K.R. tekur þá flugu sem næst kemst bobbanum, en Jón Bragi sem listahnýtari fer í að apa eftir móðir náttúru. Þegar veitt í stöðuvatni á borð við Reykjavatn hægt að nota hvort sem hefðbundna aðferð og draga fluguna með misjöfnum hraða eða beita eins konar samblandi af andstreymisveiði og hefðbundinni aðferð. Það hægt að setja tökuvara á línuna til að sjá betur þetta sekúndubrot sem bleikjan bragðar á flugunni. Bobbinn að verða tilbúinn, harðlakkaður og feitur og hann mun gera sitt. Austur á fjörðum fjörið að aukast. Á hverju flóði bætast við fjörugar bleikjur. Komnar heim í Eyðifjörðinn til að ná sér í maka og framlengja ættkvíslina. Björn Rót hins vegar farin að hugsa kvöldmatinn. Það svo krökkt af bleikju í ánni að hún tekur nánast í hverju kasti. Það endalausar tökur þó svo ekki nema nokkrar festist, en það hægt að auka líkurnar með því að draga fluguna hægt. Eins og það gaman að lenda í öflugri sjóbleikjuveiði í Fjarðará, þá það ofurlítið ljúfsárt.
Því leið er það áminning að hið stutta sumar á norðurslóðum er farið að styttast allverulega í annan endan. Sjóbleikjan kemur seint, oft ekki fyrr en í ágúst. Það er hægt að una sér við svona leik svo dögum skiptir. Auðvitað sleppir Björn stórum hluta veiðinnar þar sem hann borðar ekki nema 2 á dag. Stundum er þetta svona, fiskur nánast á í hverju kasti, en svo koma tímar þar sem hún lítur ekki við neinu. Þingvallavatn að vori, eitt skemmtilegasta veiðivatn á Íslandi. Býður eiginlega upp á allt sem hægt er að vonast eftir. Hér lifa í sambýli 4 tegundir af bleikju og svo má ekki gleyma ísaldarurriðanum sem af og til tekur agn veiðimanna. Urriðin í Þingvallavatni er einhver stærsta bráð sem íslenskir stangveiðimenn geta vonast eftir. Palli í veiðihúsinu er á höttum eftir ránbleikju sem kemur upp á grynnra vatn þegar hlýnar í veðri. Skordýrin er að kvikna og þau eru margskonar. Bleikjan er kræsin og vill ekki hvað sem er. Hér getur veiðin sveiflast frá engu og upp í mikið, eins og gengur. Oft fer silungsveiðin saman við laxveiðina. Hér er Einar Benediktsson að veiða klöppina í Grímsá og það tekur fiskur. Þetta er urriði, mikill ránfiskur og útlitið segir til upprunann. Blettirnir einkenna urriðan og neðri skolturinn er eins og skófla. Og hann er líka ofurlítið eins og hann sé fúllindari en laxinn. Hinn síðari ár hefur urriðaveiði aukist í mörgum laxveiðiám og sérstaklega á þetta við sjóbirting sem er sífellt að vinna ný lönd á Íslandi. Það er misjafnt hvernig laxveiðimenn líta silunginn. Sumum líkar hann alls ekki og verða fyrir vonbrigðum. Einar brosir og hefur gaman af þessari tilbreytingu, enda urriðin mikill baráttu fiskur og fer vel á stöng. Annað gott dæmi sambýli silungs og lax er Vatnsdalsá. Hér er frakkinn Guy Goffrey að kasta fyrir lax. Hann er með klassíska túpu sem laxinn tekur svo gjarnan, en það hafa fleiri áhuga. Þetta er vænn og fallegur urriði. Hann vissi ekki að þessi túpa var eingöngu hugsuð fyrir lax. Honum leist einfaldlega vel á hana og hefur sennilega verið svangur. Frakkanum líkar vel enda komin til Íslands til að veiða stóra og fallega fiska. Í hugum margra útlendinga er urriðin eða brown trout og sjóbirtingurinn ekki síðri bráð,
jafnvel eftirsóknarverðari en sjálfur laxinn. En allt þetta misjafnt eftir mönnum. Stór, rauð fransistúpan situr kyrfilega í kjaftvíki urriðans og hún sleppir ekki þessu taki. Hér hins vegar eru báðir sigurvegarar. Veiðimaðurinn handfjallar fiskinn og gefur honum líf. Þessi 4 punda urriðahængur er ofur lítið særður í munni en hann heldur glaður sína leið. Svo eru önnur svæði sem eingöngu eru silungslendur. Hér er slík á Minnivallalækur. Við erum á Suðurlandi og þetta er lækur sem rennur út í Þjórsá. Hér er oft góð veiði á vorin og Palli í veiðihúsinu kann vel við sig hér. Minnivallalækur geymir mikið af stórum urriða og hér veiðast fiskar og yfir 10 pund á hverju ári. 2 pund, tildulega dökkur. Lækurinn er einn af skemmtilegustu urriðaám landsins og hér má sjá kraftinn og allt það sem einkennir urriða. Sporðadansinn frægi er ekki langt undan. Þessi tók strippaða straumflugu og virka þær oft vel á hinn árásargjarna urriða. Þessi fiskur lætur í minni pokan þrátt fyrir gríðarlega baráttu. Fiskur í kringum 4 pundin, eða hvað, Palli? Þetta er svona 3 punda fiskur. Norður í landi er kyrrðin rofin í hinum magnaða veiðistað Dalsárósi í Víðidalsá. Lúther Einarsson er við veiðar. Hann þekkir þennan stað manna best og hann hefur fengið hér fleiri stórlaxa en nokkur annar. Hér fyrir undir einkrækja, útfærsla af Black and Blue og Portlandsbragðið þar ofan á. Þá að hitsa þetta. Lúther kemur sér í þá stöðu að geta veitt beint niður af sér. Með því móti nýtist hvert kast 100%. Takan er hæg en leið mögnuð. Fiskurinn tryllist og æðir hylinn. Hér má ekki gefa slakt. Þetta er stórlax, þungur, sterkur og lengi vel stjórnar hann viðureigninni.
Þessi fiskur sýnir sig aldrei. Hann stekkur ekki, bara þumbast og liggur þess á milli. Lúther fer líka varlega í að gefa upp stærðina. Lengdin er svona 17 fötari. Þetta er grútlegir. Lúther hefur veitt 13 laxa dagana sem eru 20 pund og yfir. Það leynir sér ekki þegar líður á viðureignina að þessi lax kemst í þann klassa. Þetta er tröll af þeirri stærðargráðu sem alla veiðimenn dreymir og flestir verða sætta sig við draumana eina saman. Það er farið að örla á skepnunni. Hann er stærri en Lúther þorði að vona. Síðustu augnablikin eru mest spennandi. Þá þarf að fara mjög varlega. Ein röng ákvörðun og þetta tröll slítur grannan tauminn eins og tvinna. Hér liggur ekkert á og Lúther veit það. Tuttugu og 3,4 pund, einn stærsti lax sem veiðst hefur á Íslandi hinn síðari ár. Í dalnum við hliðina, Vatnsdal, eru þeir Pétur Pétursson og Guy Goffrey að gera allt klárt fyrir að veiða hnausastreng. Hér eru þeir margir og stórir. Hnausastrengur er einn af þessum nafntoguðu veiðistöðum vegna fjölda stórlaxa sem hafa veiðst hér í gegnum árin. Staðurinn ber vel 2 veiðimenn, en fljótlega sér Guy að Pétur er komin í samband. Hér slær hjarta veiðimannsins óvenju ört þegar settir í fisk. Draumurinn þann stóra getur nefnilega ræst hér. Þetta eru stór átök og það er fast tekist á. Stöngin er nýtt til hins ítrasta en ekkert gengur að þoka skepnunni inn á grynnra vatn.
Fyrsta sýn bara staðfesting á því sem Pétur grunaði. Þetta risalax. 20+. Kröftug átök hangsins til að losa sig duga ekki. Pétur þreytir hann smátt og þar kemur að hann nálgast land. Enn hert á bremsu og allt í botni. Þessi viðureign hefur staðið í hartnær klukkustund en fer nú senn að ljúka. Gí handleikur hann fyrstur og vá. Engin smá dreki. Fiskurinn mældur eftir kúnstarinnar reglum og niðurstaðan að miðað við lengd gæti hann losað 25 pund. Ekki nákvæm niðurstaða en skiptir svo sem ekki öllu máli. Þessi tígulega skepna fær frelsi á ný og þar af leiðandi það ljóst að áfram situr höfðingi í hnausastreng. Ísland einstakt land þegar kemur að stangveiði. Þessi mynd sýnir það á sannar. Við gerð hennar var farið allt land og tugir veiðimanna á jafnmörgum veiðisvæðum komu við sögu. Við þökkum öllum þeim sem tóku þátt í gerð þessarar myndar með einum eða öðrum hætti. Þetta landið okkar, veiðilandið.